Heimir og Sigurbenni, Everest-tvarar, þið kallað ekki Sigurbenni? Sigurbenni, hljóma mjög vel, vinalegt. Nýkomnir að Everest, velkomin í 24/7. Takk fyrir það. Ég veit ekki hvort þið hafi fylgst með þessu mikið, en ég legg mig upp með það að vera með svona svipaðar spurningar. En fyrsta alltaf svona sem ég hef mest áhuga að tala sko. Þannig að mér langar svona hjóla mig bara beint í það sko. Já. Og kannski svona passar ferðin ykkar, en botnið þetta, Everest er? Everest er? Já. Ég ekki leitað til stuttusvari, bara eftir Everest er hátt. Hátt, já. Það er þetta svarið sem okkur, já, hátt og erfitt í okkar tilfelli. Já, ég var að lesa ferðarsöguna á þér, Siggi. Já. Sem þú settir á Instagram. Já. Og kannski bara svona ferða aðeins létt yfir, þetta voru ekki beint bara bein leið og allir ánægðir og engar hindranir á leiðinni. Þetta var svolítið krefandi. Já, það var það sko. Ég held að ég hafi tekið svolítið vikt á hindranir og við gerðum það sama líka. En það var ótrúlega áhugavert að í þessu posti á Instagram, fór ég að fara yfir það hvað gekk á í þessari ferð sko. Þetta var svona, maður var svolítið reittur held ég eftir við komin í Kathmandu og ég átti bara svolítið erfitt með að áttum á því hvað við vorum að upplifa og er svona ennþá svona að melda þetta. En við náttúrulega festumst held ég bara allstaðar sem hægt var að festast á leiðinni. Við byrjuðum í skógareldum í Kathmandu og komist ekki upp í fjallendið í einhverja 5 daga, bara út af mengun og bara eiturský þar og bara maður fann fyrir því að við fórum út úr hótelinu í augu og lungum og en svo gekk nú vel, við komumst upp í Kumbudalinn og gekk vel að komast af fjallinu og heldur bara svona framan að gekk bara mjög vel, og síðan fyrsta rotationni hjá okkur eða hæðaraðlögun á fjallinu sjálfu, þá verið fyrir að snúa mig á hné frekar illa og var bara sár þjáður af því og fyrsta hugsun var bara reyna að koma mér af fjallinu, þetta bara frekar flókið umhverfi í björgun, það þarf að vera með svona hælan í björgun á þyrlu og ég leiti kringum og ég bara sá að þetta var ekkert, það var hættulegt, þannig að ég bara reyndi að setja skapið á stað og bara pína mig niður og sem hafðist, en svona fyrsta hugsun eftir það var bara, þetta er búið hjá mér sko. En svo svona eftir að hafa rætt við Hildi systur sem er sjúkraþjálfari hjá sporthúsinu, hún setti upp bara svona ákveðið plan og rætti við lækni og ég var í samband við Arna Pál líka sem fór yfir svona health and safety hjá okkur, heilbrigðismálum og var okkar maður í því og eftir að hafa sett upp eitthvað svona smá plön þá svona tengdi ég með aðeins aftur og bara, þetta er bara verkefni innan stóra verkefnisins og við eigum tíma núna og vorum búin að hæðaraðlega vel, okkur leið mjög vel líkamlega, í öllu því ferli, en það bara tækla þetta hné og koma því í stand og og svo eftir að við vorum búin að reyna í einhverja 6 daga og það var bara ekkert að gerast, ég var svona bara ströggla á milli tjalda þarna í búðunum og þá heyrði ég aftur í Hildi og sagði mér lítist ekkert á þetta og búin að vera í sterameðferð og svona gera það sem ég gat þarna úti og við ákveðum að Heimir eiginlega hjálpaði mér með þessa ákveðin, hann sagði bara, fer ekki bara niður úr og reynir að redda þessu og sem er Kathmandu í rauninni. Og þá fór ég bara í ferli með tryggingunum að reyna að fá sjúkraflug sem að gekk eftir, daginn eftir og ég komst til Kathmandu, til sérfræðing sem var frábær og hann þau tóku myndir af þessu og hann tekkaði með þess og hann lagði til plan, fyrir meðferð sem að virkaði ótrúlega vel, það var alveg bara þvílíku munur á mér með hverjum deginum. Þannig að ég ákvað að stökkva aftur upp til Heimis í Basecamp og reyna bara að setja hugan að toppa tilraun. Og þá var hann nú ekki alveg heill, hann svona þokkalegur, manni listi eiginlega ekkert á þetta
svona þetta var hálf svona pínu stressandi en þú varst nú orðin kannski 70% eða Já, ég myndi segja að ég hafi verið svona 70%. Það var svona, ég var búin að læra að teipa það svolítið vel, styðja litlu hreyfingarnar í hnénu og svo var ég með fekk öfluga spelku sem að tók stóru hreyfingarnar. Gífulega lyfjaskáp. Er ekki fín lína milli, þú veist, Heimir, hvernig, þú veist, peppa maður hann eða segir maður, þú veist, að farði varlega, þú veist, hvernig á maður að... Þetta var auðvitað rosalega erfitt þegar hann slasast og við erum búin að vera að hamast í að reyna svona koma honum í stand í 6 daga í grunnbúðunum að þegar hann sem sagt tekur þyrluna niður þá svona maður var ekkert viss að myndi sjá hann aftur og að vera búin að vera í þessu projekti í 6 mánuði saman að þetta tók rosalega á fyrir mig andlega. Ég auðvitað bara varð eftir í grunnbúðum og í mínu núðlum þar meðan að Siggi fór bara eitthvað 5-stjörnu hótel og leti okkur stjarna sig á einhverju læknum þá bara minkaði ég og var minni en þegar Siggi kom tilbaka og sagði ég ætla eftir lítil Horfin þá var hann bara búin í 1300 metra hæð og ég 5400 metra hæð alveg. En það var rosalega gott að fá hann tilbaka og það var allt annað að sjá hann þegar hann kom og við höfum svona þá hefðum aftur trú á þessu að þetta myndi nú hugsanlega takast en það þurfti alltaf að ganga upp og eins og segja, hann var kannski 70% og teipaður og þetta var eiginlega svolítið svona ruglað hugsað til þess að hann ætlaði að fara að vaða á hestafjall veraldar ekki alveg í toppstandi kannski eins og þannig séð. Já. En Já, svo var þetta líka, við erum með náttúrulega gríðarlega sterkan hópa bak við okkur. Bæði, þú veist, Lækni og Hildi systur og Arna Pál og Ales og Vilborgu. Ales félagi minn út í Slóveníu sem bara svona fremsti fjallaklifrar í heimi. Og ég tók bara, ég hafði bara sambandi við öll, fekk, þú veist, og með Ales, þú veist, hann kom með tillögu, þú veist, akkurat eins og þessi lína sem við varst að nefna þetta svolítið fín lína og það erfitt að taka ákvarðanir í svona háu fjalli skynsamar ákvarðanir þannig að ég ákvað að skipta fjallinu upp og ég fór náttúrulega erfiðasti kaflinn var þessi Kumbu ísfallið að fara þar að því að það er bara frekar tæknilegt og með snúin hnéð þá þurfti ég að beita mér, það voru ákveðnar hreyfingar sem ég var búin að finna að ég mætti ekki nota og ég var bara búin að fara yfir það í hauganum, bara allar hreyfingar og hvernig ég ætla að tækla ísfallið eins vel og hægt var og síðan var ég búin að gera mér ákveðna línu, þú veist, ef ég myndi snúa hnéð þá myndi ég bara fara yfir hvað gerðist, þú setjast niður, reyna að huga það, þú veist, og fóri yfir bara plön, ef eitthvað gerðist þá ætlaði ég og ákveðin sásöki þá myndi ég bara snúa við eða kalla eftir hjálp og þannig að þetta var mjög strategíst og hugleiðslan sem maður var í bara, ég var örugglega óviðraði hæfur eftir að ákveðum að fara á fjallið þangað til við fórum á stað, ég var bara á fjallinu að einbeinum ræða hvernig ég ætlaði að klára ákveðina kafla og sem gekk ótrúlega vel framan af, ég var náttúrulega bara að njóta og svo gott að komast að ferða aftur sko, vera klifur og fann að ég var að ráða við þetta og líka kannski láni ólán eða sko Kumbu Æsóli sem tekur strax við að grunnbúðan mér eins og segir, það er tæknilega erfitt, þetta er 8 tíma klifur, lóðrétt ísklifur og svo að það er svolítið gott að geta reynt á hníð í þessum aðstæðum samt í þeirri hæða að þetta bjarga sko, það er þyrlun að fara alveg upp í búðir 2 og svona rétt rúmlega það svo það er svona kannski ágæta að við gátum byrjaði á erfiðum stað og prófa hennan gamlíkja. Já. Ok, þannig að þú varst búin að gefa þér mikið tíma til að sjá fyrir þér ef eitthvað myndi fara að klikka þá eru bara að klára að díla við þær aðstæður runni. Já, og hvað gerir síðan? Þín kýlið á þetta? Svo þetta bara klikkar þetta og við erum hálnaðir í æsvölinu og nýið fyrir aftur. Ég sným mig aftur þarna, já, ætlum við að ekki verið komin 2/3 upp. Það var komin aðeins lengur, já. Og það var svo klaufalegt, þú veist, þetta var búið að ganga allt eftir allt mitt plan. Og það var svo klaufalegt hvernig ég sneri mig aftur, en sneri það bara mjög illa og alveg
gríðarlega mikill verkur og gat vallast í fótinn sko og ég settist niður og reyndi að fara yfir það hvað hafði gerst og ég var svona aðeins aftar í hópnum og ég svona rétt náði að klöngrast upp til strákana og kallaði í talstöðu að ég hefði snúið á mér hnéð og ég settist aftur niður hjá þeim bara átti erfitt með að setja þunga á hnéð sko og ég sagði við það bara ég held að þetta væri bara búið hjá mér og ég sá svipinn bæði á Heimi og Ang og þeir skildu það alveg og við vorum búin að fara yfir þetta og ég sagði að þetta væri bara mjög slæmt sko og en eftir ég sá svipina þá hugsaði þú veist ok, ég get alveg pínt mig í sársauka og fundið, það var svolítið erfiðu kafli sem var að koma og ég hugsaði ok, ég get farið þarna upp og sé hvort að ég geti gert þetta svolítið á bara á einu fæti og hlíft sem sagt veika fætinum og bara notað júmaran sem við vorum með og línuna sem eru þarna og ég hugsaði það, þú veist ég fer bara að bæta aðeins við í lyfjaskammtinn, fór kannski aðeins umfram þar og hugsaði líka aftur, þú veist, þar sem ég var flókin björgun og það miklu erfiðara fyrir mig að fara niður, þú veist, 3 tíma heldur en að reyna að komast upp í Camp 1 þar sem þyrlu getur lent. Það var líka svona ákveðið ferli sem að við hugsaðum, sko. Og síðan bara tók ég skapið á þetta. Var ekkert mikið að ræða kannski, en bara thumbs up og reyndi að beita skapinu og ég veist að þetta væri náttúrulega bara hnéð, þú veist, þetta ekkert lífsættulegt en nema ég klúður einhverju tryggingum eða öðru, þannig að ég einbytti mig bara að því. Svo gott að læra á Sigga, sko, ef eitthvað pirraðan eða meiddist, þá bara þagna og vildi ekki tala við neitt. Svo alltaf þegar hann hætti að tala, þá hugsaði nú hætti ég að tala við hann. Já, þú náður þetta nokkuð vel, sko. Já, ég bara léti algjörlega. En ég hugsa ágæðsum, hvernig var svipurinn okkar? Svipurinn? Já, og mér Ang. Já, það var bara, ég á erfitt með að endurtaka en hann hafði áhrif á mig, þetta hóf bara beint í hjarta, sko. Þetta var bara virkilega, fyrir bara svona engin, ekki augkontakt og bara báður niður með augun og sögðu eiginlega ekki tilbaka, sko. Nótuðu þögnin á móti? Já, akkurat. Það er bara virka bara að tala ekki í sig. En já, þetta var, en svo fórum við þarna áfram og ég fann að þetta var að ganga upp, þú veist, ég náði að gera þetta örugglega, hreyfingarnar, þú veist, halda öryggi, tryggja mig, þetta var gríðarlega erfitt, þetta var virkilega mikill sársauki þessa 2 tíma, en við náðum að komast þarna upp í Camp 1 og leiði ég komin að jafnsléttu og þá gæti ég, þú veist, beitt mér aðeins betur og verið á stöfunum og svo komum við þannig í Camp 1 og setjumst niður og ég bara fer að nutta aðeins þannig í kringum og þú veist, við nærum okkur og drekkum og svona. Svo þegar við fórum að staða aftur, þá var ég bara mun betri og ég hugsaði bara, þú veist, ok, með þetta hér get ég alveg haldið áfram og hugsaði, þú veist, ok, komum okkur allavega í Camp 2, tek stöðuna þar, ég var svona alveg að búast við að myndi bara bólna svolítið upp þar, sko. Þannig að á þessum tímapunkti ég var aldrei alveg viss hvort að ég geti haldið áfram en ákvað, þú veist, og já, ákvað að hlusta bara á mig og núna vissi ég svolítið hvar mörki mín lægi og var bara alltaf með hverju skrefinu, þú veist, ég var alltaf sáttur með hvert ég náði, þú veist, að ég vissi ekki einu sinni hvort ég myndi ná í gegnum ísfallið, þetta var alltaf óvissa með hnéð, sko. Og já, svo bara gekk ótrúlega vel og mér leiði alltaf bara betur og betur að fara þarna á Camp 1 og í Camp 2. Sigga líður betur í litlu súrefni. Það hugsar að minna. Það fer allt. Í Camp 2 og það var bara, nýð bara fín. Man bara, þá er öfugt. Þetta er ekki alveg svona, eins og venjulegu fólki. Já, það virtist virka bara fín, sko. Ok, og þeir eru komin í Camp 2 og hvað tekum við þá? Þá fyrir við að festast. Já, Já, við ætlum að vera þar í 2 nætur
endum í 4 nætur þar, svo að það bara veður og annað sem hindraði för þar, svo að það var auðvitað ekkert sérstaklega gott, fastur í 6.400 metra hæð. Já. Og það eins og segi, það ekkert gott að vera, maður vill vera sem styðst í mikil hæð, bara súrefnið og vöðvarýrnun og annað sem ásist það bara hvernig sólarhring. Svo að við komumst á stað þá 5. degi. Já. Og Siggi svona, þokkarlegur. Já. Og förum þá upp Lotse Face og upp í Camp 3 og ætlum að vera með 2 tjöld þar, en serparnir okkar gleymdu stöngunum í annað tjaldið, svo við þjöpum okkur 5 inn í eitthvað pínulítið tjald. Ætlum við ekki að segja að það hefur brotnað á þetta vind? Nei. Við erum bara mínus þetta. Döngli í klipið það. Já, það var erfið nótt, satt að segja. Þannig erum við að koma upp í 7.200 metra hæð og erum að taka súrefni þar, byrja með súrefnisgrímur og þurfum að tróða okkur og við erum svona sitt á hvað í tjaldinu til að ég var að tróða löpunum á milli axlana honum og öðrum serpunum, svo það var ekkert pláss. Þeir þurftum að opna sko báða enda á tjaldinu, þannig að ég var með hendunar aðra fótina og aðra hendina út í tjaldinu sko. Ég svaf hrikalegt, ég svaf ekki þessu nótt, það var brjála viður og tjaldið alltaf og fullu og Siggi þetta við vorum í einhverju kremju og svo, hann svo vanur öllu gætun okkar og hann raut bara svaf því og þetta var ekki hvíld. Nei, við hvíldust ekki þarna sko. Já, við lágum náttúrulega út af en ekki engin svefn. Þetta var lítil hvíld. En það við allan að festumst ekki í Camp 3, við gátum svo haldið fyrir okkar áfram næsta dag. Förum áfram upp Lotse Face sem að svona bara áframhaldandi ís, svona klettaveggur og sem tegir sig alveg upp í Hagkamp Lotse sem 4. hæsta fjall heims sem liggur eiginlega við hliðina á Everest. Og svo þegar komum í búði 4 þá var sá kampu bara fókin. Ég hugsa að það verið svona 20% á tjöldunum eftir. Það er svakalegt að sjá þetta. Það slokka tjöldu voru bara horfin. Og maður fekk svona nett sjokk. Og það myndin sem postaðir. Já, akkurat. Já, það var ekki mikið. Það var bara allt rífið og farið einhvern veginn. Og líka bara svona panik í gangi sko. Það voru sérparnir náttúrulega sem voru komað þetta með hópa og kunnana þreytta upp í tjald. Þannig að koma öllum í skjól sem fyrst sko. Það voru bara að koma að tjöldum rifnum og þú veist, það náttúrulega allir þreyttir og þetta í 8.000 metra hæð og búin að gera þessa vinnu. Það voru mjög margir sem snéru frá eftir þetta. Það bara svona bara andlega gáðst upp sko. Við vorum og við erum að koma 2 litið. Já, 2-3 eitthvað svo leiðis. 2-3 og það tekur einhverja 3 klukkustundir að setja 9 tjöld sem betur fyrir eru þeir vanir sko, þetta í South Cole og það svo hvasst og þeir eru bara með auka tjöld undir seglum svo það bara smelt í 9 tjöld en þetta tókur oss orku og fór mikil vinn í þetta og planið var að við hefðum farið í loka klifrið sko 9-10 kvöldið en þarna sáum við fram að fá enga hvíld og það var hvasst og við ákveðum og þarna kannski kemur þessi styrkleiki að vera í litlum hóp. Við erum, ég og Siggi, 2 serpar á gæti, við erum í 5 í teimi og við höfðum 8 auka súrefni og gátu þar að leiðandi verið auka nótt í Camp 4. En það stærri hópar eins og hópar sem kannski töldu 8-10 kunna og svo serpar, þeir hefðu ekkert val, svo þeir urðu að fara upp nóttina og það var hvasst á fjallinu svo við teljum allan að við hefum gert rétt ákvörðun þegar við fengum betra viður þegar við toppum 2004 deginum seinna svo að þetta svona einhvern veginn bjargaðist og við allan fengum tjald og fengum auka hvíld, náðum að sofa auka nótt fyrir hennar toppadag svo það var, og síðan það bara toppurinn og Já, það nú eitt gott atriði samt átt á milli Já, ok, sem ekki hægt að sleppa sko.
að því að Siggi við svona aftur vesinn á mér ég sé að Siggi var svolítið með vesinni og svo það var sem sagt þetta var morgunin, við vorum það búin að sofa þessa aukanótt klukkan eitthvað svona 10-11 morgunin og við erum þetta búin að vera með súrefni í andlitinu alla nóttina og það svona báði kútarnir að tæmast svo að og við erum með 2 serpa og annar serpin var búin að vera með okkur alveg í 6 vikur þarna sko eða rúmar örugglega sem heitir Mingma og Siggi þekkir mjög vel og ætti að þekkja betur en ég held ég nema ég segi við Sigga Mingma að koma auka súrefni fyrir okkur og Siggi bara gapir á mér og horfir bara og hann bara Mingma Mingma að koma með auka súrefni já Mingma hver og ég svona fyndið nú eitthvað hraustleiki núna morgun hraustleiki svo var þetta eitthvað skrítið að hann bara horfir á mig og alveg tómur sko svona, þú veist, en virðist vera venjulegur en það er eitthvað tómt í honum og svo segi við hann Siggi, hvað heiti ég? Og það ennþá tómari það myndi ekkert hvað ég hét og ég eitthvað svona nú Siggi hún heilaður ég hugsaði það nú ekki ég segi Sigga Siggi býttu bara aðeins og ég hleypið út í tjaldinu og tjaldið í hliðina hjá gætunum okkar og ég segi bara það er eitthvað í gangi Siggi man ekki hvað ég heiti og hann ríkur út og svo að það fer svolítið tími í það að huga drengnum og þá sem sagt líklega var einhver snúningur á súrefninu hjá honum svo Siggi var ekki búin að fá súrefni í 8 metra hæð í einhver tíma svo það var örugglega eitthvað byrjun á einhverjum heilabjú eða eitthvað í gangi en þetta var mjög stressandi ég man að þegar gætun okkar var að huga Sigga þá ég stóð fyrir utan og miðju svæðinu og horfði upp á tindinn og ég sagði ok, nú það búið enda, þú veist, hann hlaut að koma aðeins jöfnvitinn í kampfjögur maður en og hann kom með þessu út gætun okkar og sagði ég gefi þessu 30-60 mínútur annars ég farið með hann niður þetta lítur ekkert sérstaklega vel út en með miklu súrefni og Siggi tókst ekki einhvað fleiri á lífjaskapniðinum Siggi þetta klára hann lífjaskap Já, sem betur fyrir þetta byrjaði held ég svona eftir á hyggja að byrjaði þetta kannski þegar við vorum að setja upp tjöldin þá skrúaðist fyrir kútinu mér ég var að setja upp tjöldan í 1,5 tíma kannski ég held að það, þú veist, þú var súrefnislaus í svolítið tíma og svo spurningum ég er svona aðeins að hugsa hvort að COVID hafi verið, við vorum byrjað að hósta aðeins þarna sko og það réðst greinilega aðeins meira á mig og það er hugsalegt að auðvitað bara hverju hafa mig með svona fersku já, ég setti meðvitað bara á lægra súrefni þú veist, að því ég var búin að vera mjög sterkur í hæð, þú veist, alla ferðina og setti meðvitað, þú veist, aðeins lægra súrefni þarna nóttina og sem ég hef kannski ekki átt að gera en ég er svona aðeins að spá í því hvort að COVID hafi verið byrjað aðeins að leggjast það á lungun þó svo ég hef ekki átt að á því þar sko en aftur, þú veist, við vorum búin að gera okkur plön ég var náttúrulega búin að stúdera mjög mikið bæði lungnabjú og heilabjú og fara yfir þetta með okkar við Arnari Páli og læknum þú veist, hvað maður gerir og bara búin að taka ákvarðanir þú veist, á fjallinu og bara viðbröðun hjá Heimi ég áttaði mig ekkert á í þessari stöðu ég man eftir öllu saman og ég man eftir að ég bara tengdi ekki við neinn nöfn ég var bara minni var farið sko og en viðbröðun hjá Heimi ég sá að það var eitthvað þannig að ég datt bara strax í að setja fullt súrefni og tók Dexamethasone sem er fyrir háfjallaveiki sterarurunni og þegar kemur þá finn ég að ég er svona aðeins að koma tilbaka sko. Þannig að biðan hann sagði strax bara þessi ekki, við þurfum að fara með þið niður núna
og ég biðan þú veist, ok, gefðu mér, þú veist, hálftíma 60 mínútur, þú veist, ég finn að ég að koma tilbaka, þú veist, það hefur gerst eitthvað með súrefnið og svo bara á einhverjum klukkutíma 1,5 þá var ég alveg komin með fullt vit aftur, held ég, eða svona eins mikið og það vært með kannski en það var náttúrulega bara aðal fókusinn að því maður verður viðkvæmari að fá þetta aftur sko á fjallinu, þannig að það var bara aðal fókusinn hjá mér, var bara ég var búin að fara yfir hvað sprautur væru, að því það er hægt að gefa þetta líka í vöðva og fór yfir það með Arnar Pálu, þú veist, hvað er best að gefa það og með ang, þú veist, hvar er þetta geymt, en svo leið mér bara mjög vel, þannig til við fórum á stað og allt klifrið í renni, voru bara komin að klifrinu. Já, bara góður á fjallinu, loka kaflanum og já, það gekk vel, enda ákvörðun að fresti sem sólarhring gerði að verkum að það voru mjög fáar á fjallinu og svo klifrið sem slíkt upp á topp, það gekk fyrir hratt fyrir, eða svona ekki hratt, en það gekk bara svona skilvirt sem að við vildum sjá og við ákveðum að fara þess fyrr á stað, þú veist, bara 8:30, þú veist, og við sögðum að því að það voru bara svo rosalega mikið sem var búið að gerast á fjallinu fyrir þennan toppadag og ennþá óvissan, þú veist, af hvort við værum að fara að ná allavega upp, þannig að við sögðum bara, við verum bara skilvirkir, förum okkar hraða, ekki alltaf við neina tímasetningar, þú veist, að ná okkur útsýni, þú veist, komum okkur bara þarna upp á bara okkar tempói og það var rauninni það sem við gerðum þessa nótt, sko. Já, bara komum sem innfætta manni sem hraðast upp og ennþá hraða niður og kom ykkur heim. Innfætta manni sem manni sem segir ekki neitt. Hvernig heldur við segja að vera með þessu? Í hvað voru lengi? 90 dagar? Já, hátt í 90 dagar, sko. Þetta er bara afrek fyrir mig að vera með þér. Mér fannst mjög gaman að vera með þér. Ok, og þeir eru konur upp á topp og þeir eru nú búin að lýsa eitthvað en hvernig var svona tilfinningin upp á toppnum? Hún var fyrir okkur báða allt öðru sem maður hefði ímyndað sér. Ég hefði ímyndað mér að maður hefði komið þarna upp og gefið Sigga high five og tekið eitthvað rosalega útsýnismyndir og ég veit ekki hvað. Þú varst með þess að spá ég að taka kampavín með. Ég var að spá að taka litla kampavín og ég aldrei sé það. Og Siggi keypti mér sem fyrir mig Katmandú, ég gleymdi henni. En þessi betur fyrir tók ég hann ekki, það hefur borið meira og ég hef aldrei munað eftir. Það hef aldrei tekið hann upp það, sko. Þetta var rosalega skrítið þegar við erum svona nálgast toppinn og erum hann á Hillary Steps. Það var kalt, það var rosalega kalt og svona mistur yfir öllu. Og þetta bara ennþá nýða myrkur þegar við erum að nálgast toppinn. Það voru 2 fjallgöngumenn, nýlega dánir, sem voru ennþá þarna bara í miðri leið og eiginlega bara nánast þurftum við að klöngast yfir á, sko. Svo að þegar maður að koma þarna upp og þá svona leið manni pínu sem að vera bara nánast ganga í gegnum einhver grafreit og þetta er svona þetta er skrítið, maður er að berjast við það að koma sér upp og einbetta sér og vera með einbindinguna og þú veist í hátt í 800 metra hæðarna. Svo að þetta var svolítið sérstök lífsreynsla. Þetta ekki eins og við höfum báður hugsað okkur. Svo komum við þarna upp og löpum saman hlið við hlið á toppinn og tókum myndir af einhverju fánum sem við höfum þess að æft því að við sem að það er svona maður þyrfti að vera eiginlega að æfa það sem maður ætlaði að gera enda glemdi ég öll öðru við ætlaði að taka ykkur vídeo og hitt og þetta en það bara einhvern veginn þegar við komin á toppinn þá hjá mér allan að sko fyrir maður bara í svona survival mode bara að þá fór ég strax að hugsa bara ég að fara að koma niður og bara sem fyrst að fara að hvessa eins á toppnum og búin að ganga fram á þessi lík og annað var átt að sjá sko hversu hættulegur staður þetta er það má ekkert bregða út af þú veist það er enginn að fara að bjarga þér ef þú kemur ekki sjálfur þetta niður þá ferðir bara ekki niður
svo að eftir svona, já, eftir toppin ég veit, ég láttu mikið einu sinni almennilega hvað vorum lengi á toppnum en þá svona bara svona, maður bara eiginlega fókuserast bara svolítið út á og maður algjörlega fókusera á bara að koma sér niður og það er svo kannski lýsir þessu best ef við Siggi komum niður í kamp 4 aftur að þá ég sagði við hann ég sá aldrei líkin á bakaliðinni og þá kom Siggi, hvað meinar á vídeo er það sem að þú lappar bara nánast á eitt líkið þú veist, þá bara maður blokkerar allt einhvern veginn og þú ert bara að hugsa að tryggja því, vera í línunni og koma það niður þetta er svolítið sérstakt en tilfinningin var frábær að vera á toppnum og en hún var ekki eins og maður hafði ímyndað sér Nei. Þessi svona svipaði var þetta ekki svona svipaði þér? Jú, þetta var náttúrulega má líka kannski taka fram að eins og Heimir sagði það var rosalega fáir á fjallinu þegar við vorum að toppa þú veist, við vorum bara sem að ég dýrkaði ég var rosalega að njóta klifursins upp á topp svona einn af mínu betri dögum held ég á fjallinu að þú veist upp á bara ferðina því að við vorum bara einir þetta var okkar hópur, við vorum rosalega samstilltur hópur mikil væntumþykja á milli okkar allra, búin að búa til svona ákveðin bræðrabönd myndi ég segja sko og þannig meðnum manns nafni mitt fyrir þetta þar klukkutíma en síðan var rosalega magna moment þar sem við allir upplifum eftir svo kallað Hillary Step þá vorum búin að vera sannsagt í bara tungsljósi, það var rosalega bjart tungl og eftir Hillary Step þá var tunglið farið að setjast og það var svona alveg blóðrautt sko, það var líka svona drungalegt sko, en gríðarlega fallegt og við stoppuðum allir að horfa á tunglið í svona 10 mínútur ég hugsa 5 eða 10 mínútur, það var allavega leiðsvolítið tími enginn tók mynd af því en við vorum bara greinilega það var verið að njóta ég held að þetta hafi verið svona eitt af fáum momentunum sem ég virkilega var að njóta en síðan bara kemur bara þessi fókus þú veist að vera eins og Heimir segir þú veist, þetta er staður sem það má ekkert út að bræða og þú veist, maður einhvern veginn virðir það er mjög mikið af fólki sem er búið að fara þarna, eða þú veist, að látast og maður einhvern veginn fjallið fekk alveg gríðarlega miklu virðingu og vorum búin að leggja ótrúlega mikið á okkur og auðvitað knúsuðust við upp á toppnum það voru ekkert mikið af svona tilfinningaflæði þú veist, gleðið eða annað það kom bara og kannski bara koma núna þú veist, og Katmandú þegar við vorum bara búin með allt verkefni að því verkefni var bara alls ekki búið þegar við vorum upp á toppnum það var eiginlega erfiðast hluti leiðangursins var eftir allavega fyrir mig sko. Já, niðurlegin klárlega erfiðasti kaflinn það er ekki spurning Og hvenær fáið þið tilfinningar sem er svona, stokkalega safe, að þú veist? Sko, það var, ég myndi segja svona, fyrir mig, kamp 2, ég hugsa fyrir Sigga, Katmandú líklega. Já, það átti það, sko. En það er svona öðrum 3. degi í basecamp eftir að hún komið niður, þá verður svona aðeins fann að braggast og... En þetta tók rosalega á niðurkaflin. Við toppum þarna, förum á staðum kvöldið þarna 8:30, erum að toppa 5:30 nóttina, erum komni niður svona 8, 8:30, eitthvað svoleiðis, niður í kamp 4, stoppum mjög stutt og ég var alveg döðþreyttur og bjóst við að ég myndi nú að fá kannski að leggja mig í 2 tíma en þá var bara keyrt á það var bara pakkað öllu í kamp 4 og ákveða að fara bara beint niður í kamp 2 þess að bara súrefnið var á skortinskamti og og var heldur ekkert gott viður annars sko það var blása og það var slendur og svo að við förum bara basically strax á stað og erum komnið þarna fyrir ég að pirrast en ég er ekki eins og Siggi, ég held ekki kjafti fyrst skipti sem að reyfst mig þá bara þagnaði ég aftur þarna var ég bara þarna var maður mjög þreyttur og komin í kamp 3 þá er ég eiginlega sko maður nána að segja í kamp 3 að ég sé bara búið með orku og
og þá eftir 4-5 tímar sko að því að leiðin að milli kamp 3 og 2 þetta er mikið bara ísveggur og þarft að tryggja og vera í línu alveg einhverja bara nokkuð 100 metra held ég. Já, eitthvað 300-400 metrar niður sko. Og þarna var ég alveg sko bara tómur og svo að þetta var fyrir mér alveg lang erfiðast hlutin og enda voru við ekki komnir í kamp 2 fyrir 8:30 kvöldi svo við vorum 24 klukkustundir sem satt á ferðinni. Já, vá. Og en það tókst og við festumst þá aftur í kamp 2. Siggi kom með COVID alveg á flegiferð og svo að við þetta mjög vel hæðaralega en Siggi með súrefni þegar við komum og í súrefni hvað alveg í bara allan tíman á Já, ég byrjaði samt ekki í súrefni. Nei, þú tekur, já. Ég tók það bara ég komið niður í kamp 2 og svona kláraði fyrstu nóttina en síðan var ég fann að finna smá beinverki þú veist á leiðinni í kamp 2 og þá nóttina fann ég að ég var þú veist ég var komið með skjálftaköst og svona bara hita vellu greinilega og svo bara á öðrum deginu þá fann ég að ég var að versna mjög mikið og var eiginlega bara komin á það, tók svo kapla á deginum í súrefni og leið betur á því en svo kvöldi þá var ég eiginlega farin að kalla eftir því að við myndum bara reyna að koma okkur niður ef við myndum versna meira sko en það var ekki gott veður svona, til þess að fara niður og svo eftir þá nótt þá svaf ég í súrefni þá leið mér mun betur sko. Það góða að Siggi allan myndarlegri með súrefnisgrímur svo það hjálpar honum svo að við með þetta súrefni svo mikið allan að gladdi mig mitt hlutverki í ferðinni var að upphefja heimur en ég held að ég hafi svona átta með hversu alvarlegt þetta var þegar við vorum að leiðinni úr loksins þegar við losnum úr kamp 2 þá erum við að fara að leggja staðsins niður í grunnbúðir og ég held að Siggi sé múin að ganga svona 50 metra að þá bara hann bara stopp og var ekki að fara án súrefnis svo við þurftum að skokka eftir nýjum súrefniskút svo Siggi þurfti bara að vera á súrefni alveg í gegnum kamp 1 og gegnum Kumbu Æsól niður í grunnbúðir og ég maður rétt varst ekki með súrefni alveg þá nótt Já, ég var alveg bundinn við það, þú veist, fekk bara þessa yfirliðs tilfinningu og þú veist, það var greinilega bara ekki nógu mikið súrefni sem var að koma í líkamann, sko. Ég hafði alveg áhyggjur, þú veist, ég hafði alveg áhyggjur af því, að því að það ekkert grín að vera í svona litlu súrefni skertu umhverfi og meiris að þegar voru komnir á stað með súrefni mér leið betur en ég var samt bara á einhverjum gummi líkamann, sko. Það var samt ekki nóg einhvern veginn. Lítið jafnvægi og þetta tók rosalega fyrir mig ég held ég aldrei þurft að fara jafn mikið inn á við þú veist ég var alveg komin pabbi sem sagt dó úr krabbamenni og fekk það í lungun og mér það svo minnistætt sko að svona bara þegar hann var alveg mjög langt leiddur og aftur bara vera rúmbundin sko þá stóð hann upp og fór að hækka sjálfur í súrefninu hjá sér sko og eitthvað sem á ekki vera hægt að gerast í því ástandi sem var í ég var alveg komin sko ef að pabbi gat þetta þá get ég haldið áfram ég get tekið þessi þú veist næstu 10 skref næstu 50 skref og ég var alveg þarna bara alla leiðina niður þú veist bara reyna að finna allan þann styrk til þess að halda einbeitingu og koma sér niður að því það var náttúrulega ekkert flugveður og næstu daga og við sem ekkert hvernig það var til þess að fá björgun. Það hefði engin þyrla sótt hann eins og veðrið var og það var bara orðið þungskíð og snjókoma. Já. Og snjóa mjög mikið þarna þegar við erum að fara niður. Og að hann var bara þurfti að koma sér niður sjálfur. En svo þarna sem betur fyrir, þú veist, mér líður mjög vel í fjallarumhverfi og hef mikið verið á jöklum þannig að þetta er svona kannski minn heimavöllur og svona, átti svona betri kafla í Kumbu ísfallinu þar sem að ég hugsa ok, þetta er það sem ég finnst skemmtilegt þú veist, þetta er það sem ég hef gaman af og þú veist, og maður reyndi að finna það
veist, það leiði 10 mínútur og svo allt í einu var þetta orðið aftur erfitt og en þetta hafðist, þú veist bara, en það tók langa tíma í okkur, við veistum bara fara hægt yfir og þarna var svo mikið búið að gerast fyrir Sigga að þegar við klifrum Mont Blanc 2018 og völdum við okkur svona toppalög. Toppalagin Sigga var alltaf Ain't No Mountain High Enough. En ég breytti, ég var nokkið sem spyrja Sigga, ég bara ákvað að breyta í I'm Still Standing með Elton John. Svo það nýja toppalagið. Það einhvern veginn hægur í betur. Já, mjög gott, ég meira svo ennþá hlust á það sko, setta á playlistanum. Á vel við. Já, mjög vel við. En varandi, ég meina spurning varandi toppinu því að nú hafið heyrt þetta snúist vegferðina en ekki komast á toppin bara eins og yfirfærum þá myndlingu bara sko á lífið. En nú hafið þið actually lifað það, hann að svona, hvað finnst ykkur? Þetta snýst toppin eða snýst vegferðina? Sko, það mjög skemmtileg spurning og gaman að þú spyrja okkur aðeins að því að þegar við semst ákveðum að ráðast í þetta verkefni og líka semst að fara inn í semst þetta styrkta samstarf með umhyggju að vera með söfnun samhliða ferðinni þarna fyrir semst félag langarökar barna að þá við myndum að reddu við þetta bara 9. nóvember, desember að við ætlum semst bara einbytta okkur að því að horfa ekki á þennan topp sem væri bara 20-30 mínútur að semst bara njóta vegferðinar, allt frá því að við vorum bara að æfa og taka þátt í þessu söfnun og annað og það tókst allan fyrir mitt leyti, klárlega toppurinn er 2% af þessari ferð það er svo margt sem gerðist, þetta margt erfitt en margt frábært kynnumst þetta alveg frábæru fólki, klifurum, serpum heimamönnum fólk á leiðinni upp í grunnbúður það voru mjög fáir á ferli, við tókum svo kallega GoGeo leið, ekki þessa hefðbundnu leið upp í grunnbúður, hún er lengri og gaf okkur meiri hækkun svo við komum mjög vel hæðaralega upp í grunnbúður og þar voru við eiginlega bara svolítið að sátum bara í eldhúsinu með heimafólki og borðum kvöldmat og svo að ég myndi segja, eins og sé, toppurinn var kannski 2-3% af þessari ferð. Svo maður reyðir í okkar tilfelli kannski 20-30 mínútum á toppnum. En allt sem gerist þar þessar 6 mánuði, maður ekki heldur gleyma bara undirbúningsferðlinni heima. Það eru geggja fólki sem tók þátt í því með okkur og maður kynntist og all fjöllin og æfingarna sem við vorum hér, þú veist, maður hefði ekkert farið á stað nema við varum að æfa fyrir Everest og svo einmitt þessi hluti ferðarinnar að labba upp í Basecamp alveg einstaklega fallegur og skemmtilegu tími, þú veist, þetta voru ekki byrjaðir að þjást eins mikið, sko og mjög flott moment á fjallinu sjálfu en maður þarf, eins og í lífinu, þú veist, maður þarf kannski stefnu einhver sem að heldur utanum allar þær upplifanir sem að, þú veist, það er alltaf, maður þarf þessa stefnu sem að toppurinn kannski hvað sem er í lífinu eða í okkar tilfelli Everest til þess að búa til þessar minningar sem mótar svona þessar minningar sem er áttin af toppnum. Akkurat, og þær haldast allar í hendur, þú veist, það er rauða línan, stefnan á toppin er náttúrulega rauða línan til þess að safna saman allir þessum minningum og líka gefur manni drifkraft til þess að keyra sig í gegnum, þú veist, ég hefði aldrei farið með hnýðið svona, ég hefði ekki eins og verið að lappa upp á Esjuna, þú veist, en ég var að fara á Everest, þá setur maður sig bara í annan, þú veist, þetta er svolítið stóra sviði, sko, og þá, þú veist, kemur maður sér í gegnum erfiðleika á kannski á auðveldara með það, því stærra sem verkefni er og svona stefnan, að því auðveldar er að keyra sig í gegnum erfið verkefni og erfiðleika til þess að komast áleiðis. En við töluðum það með þess að í Camp 4, þú veist, og ég fann það sjálfur, þú veist, ég var alltaf á því að Heimur, að því að hann var heill, að þegar ég fekk heilabjúinn og Ang sagði við mig að við þurftum að fara að koma með niður. Ég fann það að ég var sáttur, þú veist, ég var sáttur hvenær sem er á fjallinu, að ég var nú þegar, þú veist, bara út af hnénu, þá var ég komin lengra heldur en ég hafði ætlað og myndi hugsa að ég myndi komast. Og ég var alltaf sáttu við að snúa við,
en ég þurfti samt að finna að ég þurfti að snúa við, þú veist, ég hefði ekki viljað snúa við að því ég var latur og þreyttur eða þú veist, eitthvað, já, þetta þreyta getur orðið, þess, já, raunverulega ástæða, sko, en já, ég held að það í rólegheitunum bara kom okkur á toppin, svo allt í einu stendur þarna, en eftir á hyggja, þú veist, það sem við munum kannski ræða og það sem ég mun eftir, það er bara, það er hægilegt af vegferðinni sem að voru leiðin á toppin, sko. Já, það sem þetta gaf okkur líka gífurlegan styrka þegar á svona fjalli þá þannig sem vinnur allt á móti þér, það er svona og það gerðist svolítið í þessari ferð, ég minna, það var þetta COVID og það var veðrið og það voru meiðsl og heilin og sigga og fleira sem að koma upp á, en það sem að klárlega svona ítti við okkur, það var, við fengum gífurleg og flott skilaboð, mikið af svakalegu peppi sem kom svona í gegnum þessu söfnun. Það fólk fylgdist, var orðið mjög vel með og bæði fjölmiðlar og fólk og við fundum það bara þegar fólk var að senda, við vorum að svara einhverjum 100 skilaboða þarna í gegnum Instagram. Ótrúlega mikill meðbyr, sko, og þáttaka, það klöknaði við það, sko. Og við, eins og segja, fengum já, ótrúlega fallið skilaboð frá foreldrum lítils veiks drengs, 8 mánaða gamall sem heitir Theodor og þau sendu reglulega myndir og myndbönd á honum og við hugsuðum til hans alla leiðina upp, öllum kömpum og við erum að fara að hitta hann líklega núna bara sunnudaginn, hann að snáða. Svo að þetta klálega og þetta svona eiginlega snérist svolítið, þetta er svolítið fyndið að hugsa til þess svona þegar leið á ferðina og eftir ferðina, að þegar við ákveðum að fara í sem sagt að taka þátt og reyna að gera þessu söfnun fyrir mikið, að þá rættum við okkar milli að við erum klálega að setja á okkur aukna vinnu ofan á að fara að klífa Everest, en vorum alltaf alveg, sko, bara algjörlega til í þetta. Svo þegar við erum í bið og í grunnbúðum og erum að bíða fastir veðri, þá vorum við alltaf að sinna þessar söfnun, vorum að búa til efni og setja inn á story og reyna að lefa fólki að fylgjast með ferðinni og það gaf okkur líka, svona hélt okkur svolítið bara, maður er hálfgerð í vinnu, svona að þú veist, og í staðin fyrir bara að sitja í grunnbúðum og bíða og verða hálf vitlaus yfir einhverjum veðurspám, þú veist. Þá fór þetta að hjálpa okkur, eitthvað sem maður hélt að yrði líka mögulega meiri vinna fyrir sig, en þá allan fyrir mig, þá gerði þetta gífurlega mikið fyrir mig bara svona að halda hausnum, af því að sko andlega hliðin, það er eftir að hyggja sko líklega stærri partur heldur en líkamlega hliðin. Og sérstaklega svona þegar kannski komið upp í 60 daga, maður verið að stressa sko að maður sé að missa veðurgluggum, siggi meiddur, hvort að við sem að bara missa af öllum gluggum á toppin þarna og svo að það er svo auðvelt að tapa sér svona í andlega partinum. Þetta og ótrúlega skilaboð frá fólki sem við þekkjum ekki neitt, mörgum hverjum og það gerði mikið fyrir okkur. Algjörlega. Það er svo góð líking með markmiðið að þú veist, þegar maður er með eitthvað til að stefna og þá er maður mikil líklega til að komast í gegnum þessi erfiðu hluti ef maður veit hvað maður að fara og kannski næsta spurning er af hverju og þá kannski komum við að því og kannski sem og það sem ég langar kannski að klára með fjallið sko, að líka þegar maður kemst upp á fjallið, ég líst við á hann, að þá voru ég bara strax byrja að hugsa, þetta er stórhættulegur staður en þá voru að hugsa að fara niður, en það er sameiginlega þegar stefnum að einhverju markmið að útskrifast úr segjum bara háskóla, úr kóngur í einn dag og síðan vaknar daginn eftir og bara búið, hvað er gangi? Þannig að þú veist, hvað er næst? En það er næsta spurning sem langar til að spyrja ykkur sko, að þannig að vita hvert maður er að fara og af hverju og nú ætla ég að spyrja það sem mörgum, þau getur ímyndið ykkur að margir inn að sé að hugsa, af hverju í fjáranum er það að fara Everest? Já, þetta er góð spurning. Af hverju leggið á sig? Hvað dreif ykkur áfram? Af hverju? Hvernig byrjaði þetta bara? Já, bara af hverju ákveða að fara? Já, fyrir
Fyrir mig þetta sko það eitthvað mjög fallegt sem gerist á fjalli eða bara þegar verkefni sem að yfir höfuð sem þú setur fyrir þér ganga upp og fjallamennska kannski það sem ég tengi við þetta þú setur, þetta rosalega víðtækt, þetta svo margar einingar sem þurfa að koma saman, sem þurfa að ganga upp til þess að þú komist á fjall eins og Everest og sérstaklega í Everest og þessum háu tindum. En það eitthvað, þú veist, bæði með undirbúningi, þú reynir að greina, þú reynir að undirbúa þig og svo ferðu inn í verkefnið með það sem þú heldur og svo þarfst að finna út úr restinni. Þú veist, að horfa inn á við og svo þetta eitthvað þegar þú lætur það ganga upp eins og við erum að greina það svolítið núna, fjallið og þetta verkefni fyrir okkur, að þegar þú lætur það svo ganga upp, það gerist eitthvað innra með þér sem að bara, þú veist, það stolt, þú breytist, þú veist, þetta þróun, þú þróast rosalega sem bara einstaklingur við að taka svona verkefni og klára það. Við vorum alveg á því að við þyrftum að, þó svo að við ákveðum að fara með umhyggju og standa að söfninni, að við þyrftum að finna að við erum að gera þetta fyrir okkur líka, þú veist, persónulega, ekki bara eitthvað trófí. Það hefur einhvern veginn aldrei verið inn í myndinni hjá mér að trófí á að geta sagst að hafa klifrað Everest. Heldur þetta bara allt sem að Everest hvað þarfst að gera til þess að komast þangað sem verður eitthvað rosalega fallegt sem mjög erfitt að útskýra, en maður finnur það og ég held að flesti finni það hvort sem það að fara upp á Hvannadalshnjúk eða fara í fyrsta skipti og þurfa að keyra sig áfram að komast upp að Esjuna, eitthvað erfitt með, en þegar þú nærðu að gera það og sérð bætingu og sérðu einhvern veginn hlutin að koma heim og saman, þá gerist eitthvað innra með þið sem bara, sem enginn getur tekið af þér og en þú veist ekki alveg hvað það þú veist, þú verðst að finna eitthvað meiri dýpt í þér og það finnst mér allavega mjög spennandi og mér fannst það mjög spennandi að deila því með heimi að fara í þessa ferð og Everest einhvern veginn staður sem að ég reyndar hélt að það væri auðveldara fjall, þetta bara mjög krefjandi fjall fyrir hvert sem sem fer þarna upp sem ég hafði eiginlega svolítið gaman að koma stað og en Everest staður sem að mér fannst bara passa vel fyrir okkur að fara á. Það þjónustafjall, þannig að þetta svona auðvelt aðgengi að þessum 8.000 metrum og mér hefur alltaf dreymt að komast í 8.000 metra tind og það var svona, fyrir mér var það svona næsta verkefni og þannig að ég var allavega mjög spenntur. Það tók mér smá tíma að þurfa að greina þetta, hvort þetta væri rétt að skrefi fyrir mig eftir að Heimir hringdi og bauð mér með og spurði hvort ég væri til í að koma. En núna, eftir að vera komin heim í öruggt umhverfi, þá er ég rosalega glaður að hafa gert þetta. Þetta algjörlega skilaði þessari breytingu innra með mér sem ég var að vonast eftir. Ég bjóst ekki til að myndi segja já, sko. Tók sér rúma viku og svo hringdi tilbaka, ég til í það og sagði, hvernig komur í og svo vildi ekki beila á hann og þegar hann pælu svo mikið öllu þá hefði verið algjör dúsbegg, sko. Svo, þetta, gekk upp, já. En það gaman að, virkilega gaman að einsi, þetta var rosa krefendi og við heldum að þetta yrði, sko, fáir á fjallinu þetta árið, við vorum bara, þú er enginn á fjallið, COVID og það verið sögulega fáir á fjallinu, svo það var aldrei verið gefið jafn mörg leyfi út, voru yfir fyrsta skipti sem gefur leyfi yfir 400 leyfi á fjallið, en ég held að þetta muni enda þannig að þetta sé 40-45% af þeim sem komist upp, það er bara veðrið, veikindi, slys, þetta var krefendi ár og það verður svolítið spennandi að sjá hvaða tölur, endanlega tölur þegar það koma. Og síðan bara voruð þið með COVID og fastir í 2 vikur uppbót og eitthvað svolítið, Já, svo voru fastir í grunnbúðunum í nokkra daga og það var ekkert flugveður og það var mjög erfið tími fyrir mig, sko. Það var sérstaklega kölluð, sko. Ég var náttúrulega reynda fyrstu daginn var ég svolítið veikur. Ég var bara mjög veikur.
en svo kallaði þess að ég var búin að biðja björgunarflug og mér var ekki alveg sami ástandum, ég var ekki alveg búin að þú veist ennþá í 5.300 metrum og með lúna vesen, þú veist það þarf ekkert mikið til þess að komast í alvarlegt ástand og ég vissi alveg að ég var svona bordilega ná því sko. Siggi hættur að tala aftur og svo ég bara einn með síman ég veit náttúrulega bara að taka upp story eitthvað en svo ringir sko tryggingafélagið að segja að þyrla sér bara koma farið út á flugvöll og við náttúrulega bara sprengtum okkur algjörlega þvílíkt móður að reyna að pakka okkur niður og fórum á flugvöllin svo fóruna, þetta var bara svona 15 mínúnda gluggi og hún lenti á vittlisum þyrlupalli og tók vittlist fólk og flög með það tilbaka og svo fengum við bara frá tryggingafélaginu bara, sorry, þau tóku vittlist fólk og það er búið að loka glugginn, það var ekki meira flug í dag Við stóðum okkar palli bara og horfðum að þyrlunum fljúi í örgunni bara eftir þetta, þá vorum við bara bíðandi sko mínútu frá mínútu, vaknandi klukkan 5 morgunin og bíðandi til, þú veist, myrkvis alltaf búastu við að hugsalega geti gefið annar gluggi þá tók heiminn nú upp á sitt eindæmi að skemmta sér með símanum sínum eitthvað varum að gera þetta var svolítið erfið tími, þarna ertu búin að toppa, búin að klára eitthvað og svona í hausnum á þér sko þá bara hugsaðu bara ok, þú ert búin að toppa þá bara dundrar hann í Katmandú og færi bjór, þú veist, og fagnar þessu og það var þetta alls ekki þannig svo við erum bara ekki búin að koma til sturtu 14 daga og Siggi kannski 20 daga, ég 14 Siggi þetta forhaldri sturtu og við erum bara fastir, þú veist, það ekkert flugveður Siggi búin að vera þetta veikur þessi dagar voru hrikalega andlega og við vorum ótrúlegt að við bara þola hvern annan, satt að segja Já, það gekk reynda bara mjög vel sko. Óvart sko en já, svo loksins losnaði þetta og komist niður í Katmandú spenntir að fara heim festust í 2 vikur þar svo að ferð sem að ég hefði svona reiknað til að það kannski 70 dagar fór í 86, 7 daga eitthvað svo leiðis rótröld að maður senda mig vinnu Það fyrst þú að halda þinni? Ég ætla hann að Hannes Steindór sem ekki látið mér fara ég vona það Já, þetta eins og segi, þetta tók allt sinn tíma Algjörlega Ég bara hafði með nokkuð spurningar Já Nokkuð krefandi spurningar, sko Siggi tekur þær Hann komin með súrefni Siggi þetta alltaf afsökunna og sé einhvern veginn bara ég pirraður og þá bara tala neitt Já, takk fyrir það Ef þetta er pirrandi spurning þá fagnar hann kannski þið meir á það bara hvernig ég svara þessu sko en ég veit ekki hvort þið séu mikið í því að lesa bækur en hvaða bók hefur haft mest áhrif á okkur og hvernig lærið þið af henni? Ég sko áður ég fór á Everest þá las ég Think Like a Monk með hvað heitir rithöfundurinn? Jay Shetty, já það er svona með betri bókum sem ég lesið ég er ekki mikill sko bókalesari, ég les bara eiginlega allt og lítið af bókum en Var eitthvað sem tók sérstaklega úr henni? Ég ætlaði nú að lesa hana ég ætlaði nú að taka hana með mér en glemdi henni ég ætlaði nú að lesa hana aftur úti en það var eiginlega bara svona hvað ég segja bara þessi hugsunarháttur sko og maður segja þessi bók hafi svolítið dreifið mig á Everest ég sést þetta bara þegar ég að lesa þessi bók og þá ég hef mist móðu mína í október síðast ári og það var eiginlega svolítið svona startið eða byrjunin á ég fann ég þurfti bara aðeins að kúpla út og komast bara helst aðeins frá landinu á ömurlegum tíma, miður COVID og fer þá að hugsa svona þegar ég lesa bókina, ég hefði verið í Nepal 2018 og langaði svolítið aftur þangað og fyrstu pælingar voru ekki Everest, það var eiginlega bara svona komast í smá hugleiðslu og þetta Buddha umhverfi sem er í Nepal
svo þetta fattaði ég bara veit hvernig ég myndi aldrei þrauka nöður en kannski 5 daga í einhverju bútahofi, svo ég sagði, hvað get ég gert og þannig þróaðist þetta út í Everest, farið til Nepal, draga Sigga með mér og vera í nógu miklu svona næði inn á milli til þess að sem að gekk upp hjá mér. Það eru þetta fleiri klukkutímar sem þú ert bara inn í tjaldi, einn með sjálfu þér og getur hugsað eins og ég segi, bara hugleitt á þeim tíma og svo það virkaði allan vel fyrir mig. Ég veit ekki hvað... En þú Siggi, ert þú einhvern í bakum það? Já, ég les rosalega lítið, en ég held að það er sambarileg bók, hún heitir Peace in Every Step, sem hafði bara mjög mikil áhrif á mig og og aftur þessi búddisma hugsun og ég tengdi einhvern veginn bara svo við hana og hún opnaði bara nýjan heim fyrir mér og bara þú veist að bara virða líkamann og sálina og sína skilningin í samfélagið og svona einhvern veginn gaf mér meiri auðmýkt og opnaði mér svolítið og ég hef svolítið verið að vinna í þá átt líka bara með sjálf og mig og líka bara svona útskýri svolítið af hverju ég svona bundin fjallamennsku eða náttúru. Ég upplifað að ég þarf bara á því að halda til þess að fungera og það er svona, hún svona kom mér inn á skilningin á því af hverju það er og svo kannski önnur sem að hafði mikil áhrif á bara svona fjallamennsku ferli mitt heitir No Shortcut to the Top sem að var mjög heillandi líka bara svona fjallamennsku bók og farið svolítið yfir, ég las hana á Denali, hæðsta fjall í Norður Ameríku þegar ég var þar með Vilborgu 2012 og það svona kveikti áhuga minn á þessum 8.000 metrar tindum, þú veist hvað, og eins og við vorum að tala þessari formúlu, hvað þarf mikið til þess að láta svoleiðins tind ganga eftir og upp og það vitnaði í alls konar fjallamennsku sögu sem að eru svona explorer's mind eða þannig og ég, það hafði bara mjög mikil áhrif á mig, ég fann að þetta var svið sem ég langaði í, sko. Ég tók þá bók með mér en það var alltaf svo kalt á kvöldin að ég meika ekki að fletta svo hún núna á náttborðinu heima Hún tekur hún ráð Hún lesi hana Hvað helstu einu sem verið satt en þú ert öðru máli í dag? Er eitthvað sem þið hefði þurft að aflæra? Siggi tekur þess Það notar þögnum Hvað held ég einu sem verið satt en ég þurfti að aflæra? Wow. Ég er mjög lélegur í svona spurningum, sko. Já. En Er eitthvað svona sem þið trúðuð á eða þið helduð að lífið var einhvern veginn eða eitthvað tengsli við, þið getið yfirfært þessa spurningu Everest til dæmis? Já, ég held reynda, sko ég einhvern veginn, og þarna kemur það kannski aftur á þessari bók, Peace in Every Step, sem ég lærið svolítið af henni og hef unnið með ég held alltaf að ég þyrfti að fara alltaf á hnúanum, sko. Og ég svona, get alveg verið með svolítið mikið skap sem að kannski komið niður á fjallinu nokkur sinnum. En ég var alltaf á því, þú veist, vera, þú veist, vinna hart og mikið, þú veist, helst að vera á tvöföldu álagi og bara þá milli, þú veist, kvölds og morgna og þegar þú verið þreyttur og bara vinna aðeins harðar og meira og setja hnúan í þetta og þú veist, koma verkefnum á. Ég er eiginlega algjörlega komin á andstöðu núna. Að þegar hlutir verða erfiðir og þegar finnst þú þurfa að snúast hraðar á hamstarhjólinu að þá að pröfa að stoppa, fara að huglega, ég fer út og klifra eða eitthvað svona neutral stað og kem svo tilbaka að umhverfina, því að oftast er þetta bara þegar þú hefur þessa tilfinningu og þú þurfur að gera meira, þá er þetta bara skilvirkni sem að þarf og það er svo mikið af hlutum sem við erum að taka okkur fyrir hendur og reyna að sinna sem að bara skipta einhver máli, sko, og þeir trufla stórumyndina en leiðum við svona núlstillum, hugleiðum, komum okkur svona neutral aftur, komum að því aftur að þá
já, verðum við bara meira skilvirk og svona tæklum verkefnin á auðmyggari og þægilegur hátt. Algjörlega. Já. Stæðan fyrir að kera áfram alltaf fyrir að gefa ennþá meir í. Akkurat. Þá bara slaka á, recover að mæta aftur. Já. Út ferskari, út skilvirkari. Akkurat. Einhvers staðar tæmiðismæður, það er bara... Þannig að senda þetta bara í svona burnouti og ég held að bara svona nútíðum samfélagi við erum rosalega útsett fyrir því að lenda í burnouti og sem er ekkert grín. Það er bara... Sem bara tölur er að sína það, svo það er þetta hrikalegt. Er eitthvað sem kemur upp að það reymir? Nei, ég er nú bara eins og Siggi í Kampfjórum. Það er hálfeilar. Ég bara datt svo inn í þetta. Mér veist þetta svo vel orðaði Sigga. Það kemur óvart, ég fann... Ég ætla að spyrja ykkur næsta. Hvaða nýja trú, venjaða hegðun hefur bætt lífið ykkar hvað mest undanferðinar? Ég held ég viti svara að Sigga. Það veist ekki. En hérna... Við þá byrja á hérna. Nýja trú? Nýja trú, venjaða hegðun. Já. Það við takið það. Já, Siggi, þú ert bara með þetta. Út heitur. Já, út heitur. Þú er ekki byrjaður, þú ert ánæður í sig það. Ég er bara ánæður að hafa svör, sko. Já, loksins tekur Siggi núna. Nei, við finnst búddismin rosalega heillandi og hugleiðsla. Ég held að það sé bara eitthvað sem að og það er hægt að gera það á þessum mörgu formum að það er ekki alltaf að vera á jógadínu og það er bara gerist við við að hlaupa eða fara í fjallgöngu eða þú veist, það er mín leið að hugleiðslu en bara tæma hugan og algjörlega, ég bara fullgilt svar tek algjörlega undir þetta og það er líklega ástæðan fyrir því að sko, ég fer nánast alltaf einn bara á esjuna, þú veist, það er eiginlega sko, ég er í svona krefjandi og hraður í vinnu og svo að þú veist, það er mikið áreiti, það er hringt mikið tölvupústum og einmitt bara komast að esjuna, komast aðeins frá, bara tónlist í eyrun, það hefur eiginlega verið mín hugleiðsla undanfarin ár, svona og ég hef oft verið spurður bara, þú veist, af hverju alltaf einn og af hverju ekki hringi mig og mig, þú veist, fáðu mig með á esjuna en ég laumast alltaf einn í þetta bara því þetta er svona, maður næri einhvern veginn að kúpla sig út og þetta er svolítið skemmtilegt, þú veist, hugleiðsla þarf ekki að vera á jógadínu og sem er regla frábært. Já, ekki í bútastellinguna. Ég er svo styrður, ég næ ekki bútastellinguna eins og niður. Nei, þetta er klálega og eins og Siggi bara nefndi áðan, að ég held að það sé rosalega mikilvægt að hvernig sem fólk fer að því, bara samfélagið og hraðin er það mikill að finna sér einhvers staðar stað og stund, hvort sem er 10 mínútur korter á morgnana fyrir vinnu, þú veist, láta síman að vera fyrir svefn eða þú veist, fólk þarf að fara að pæla að ég til meir í þessu og ég er farin að pæla meir í þessu, bara hvernig til dæmis ég nota síman og læta hann vera í ákveðin tíma á morgnana og Svo auðvelt að vera online 24/7, þú ert með e-mail í símanum, þú ert með, þú veist, það truflar mig bara, sko, þegar ég borða eða eitthvað, að hafa síman hérna, þetta er bara svo að hafa bara, já, veist, það er öll podcastur hana, það er einhverja bækur kannski, það er, þú veist, YouTube, það er öll skilabóð, það er allt bara, þetta er bara svo að vera með þetta bara í hólpöru, bara liðna, það er rauninni, sko. En ég velti fyrir mig með því ég er búin að vera aðeins að vera í náttúruhlaupi og svona, ég var aðstæðast til að aðstæðast, ég er að fara í Laugaveginn eftir nokkra vikur. Þú hefur einn að fá þessu náðu inn, sko. En ég einhvern veginn, þegar ég fer í svo löngu túra, einhvers staðar út á fjalli og svona, það einhvern veginn, það er erfitt, þetta er svona, sko, kannski 3 tíma túrar eitthvað, samt er þetta bara eitthvað sem ég er eitthvað að bíða eftir að klára, ég er bara hann einhvern veginn og ég veit ekki hvernig ég á að útskýra þetta er svona, og einmitt þegar ég fer svo einn eða stundum fyrir mig félagið mínu, hann er svona, mér finnst það bara eitthvað annað gott, sko. Já, akkurat, það er akkurat málið. Ég held að það tekur smá tíma fyrir hausinn og bara svona klára hugsanir til þess að komast í þetta, þú veist, í þessa djúpu hugleiðslu. En svo þegar maður bara er komin í neutral í huga og þú veist, tíminn bara líður og maður er bara að vinna og það bara, maður líður bara vel, þú veist. Svo klárar maður þetta og maður er bara gjörsamlega
á einhverju nýju leveli, sko. Já, og bara búinn, þú veist. Já, akkurat. Og maður ekki að hlaupa bara, einn klukkutími í 40 mínútur eftir, hálfur. Maður bara einhvern veginn, sem allt í nema búinn, veit ég hvort það. En það er ekki smá sprenging í náttúruhlaupum og frábært að sjá. Það er bara annað hvað maður fann að hlaupa heiðmörkin og Esjön. Maður er bara lítandi á, bara, þú veist, maður fyrir nokkur ára og svona maður á 10 kilometra bara, já, þetta er bara frábært og síðan bara allir bara 20 og maður bara, já, ok, maður er eins og bara stígu. En ég held að það þurfi líka að passa sig aðeins á því að samfélagi þvingi mann ekki heldur í óþarfa keppni við, þú veist, og nota það sem drifkraft, það er bara frábært, en samt bara að vera á sínu, þú veist, gera það fyrir sjálfa sig, að tapa því ekki. Algjörlega. Og ég er rosalega mikið talsmaður, ég held að útvistarsamfélagi er bara hamingjusamlegt samfélag. Ef þú ferð út og hreyfið þig, á hvaða leveli, hvaða afþreyingu sem það er. Það fer í allar svona stóðir sem að heilbrigðis, sem að halda líkamannum og hausnum á réttu leveli. Og ég er rosalega mikið talsmaður, mér finnst bara svo frábært hvað er mikið drive í samfélaginu núna að fara út og fara að hreyfa sig. En akkurat því svona að enginn lendi heldur í því bara, ég á að gera, þú veist, maður á bara að fara út þegar mann líður svo, það er gott að nota það sem drive en ekki fá samviskubiti eða keyra sig út í ofsaþreytu eða örmögnun eða svoleiðis. Hrikalega góða punktur, bara meðan sér við sjálf og segja sem maður er, sko, og af hverju maður gerir það fyrir sjálf og segja ekki til þess að líta vel út eða geta náð öðrum eða eitthvað svoleiðis. Akkurat. En mjög góða punktur hjá þér og líka, já. Allt til að líta líka vel út. Það er bónusinn. Nei, þetta er bara frábært hvað er mikil vakning í þessu og svo bara eins og segi, þú veist, bara eins og í útivistinni, það er bara það fólk sem ég hef kynst í útivist, það bara virðist allir vera skemmtilegir í útivistinni. Svo ef fólki vantar áhuga, maður bara skella sér í fjallgöngur og stórir hópar og þú ert nú að fara að gæta, ekki Snæfellsjökul og Ég datt einhvern veginn óvænt í þetta, sko. Ég kom lockdown með 4 eða 3 eða hvernig sem þetta, hvað mörg lockdown er búin að vera á. Þá einhvern veginn þurfti maður að fóta að hlaupa og fór óvart í eitthvað náttúruhlaup. Ég var bara, djúvillig þetta geggjað maður. Svo bara búin að skrá mig í Laugaveginn svona 4 vikur sinna, sko. Já, frábært. Þetta er náttúru elementið, sko, sem En akkurat eins og kemur inn á núna, það varst ennþá að njóta, þú veist, það er vegferðin. Komum með bara toppinn, stefnuna, og svo er bara svo mikið sem að gera þegar maður er komið með markmið sem maður er að vinna að. Já, mjög góður, og tengir líka bröður sem ég sagði áðan, sko, að ég get alltaf að fara að fara út að hlaupa, en oftast nenni að fara að hlaupa, en ég komur að hlaup sem ég er bara svona, en síðan bara Laugavegurinn. Það var markmið, þú veist, það bara maður út. Já, akkurat, það er maður ekkert að hugsa meira, maður þarf að klára þessa vinnu til að sinna þess. Ég ætla að spyrja ykkur eina spurningur uppbútt. Ef þú mættu einungis koma með einu skilaboð á framfæri út lífið ykkar til annar einslinga, hver væri svo skilaboð? Þið myndi bara halda bara á veggspjaldi bara eina fyrir utan á Miklubrautinni, hvað myndi standa? Ég held að Elskaðu náungan. Elskaðu náungan. Já, það er enda mjög gott líka. Já, bara svona umhyggja gagvart öðrum og ég held að það væri svona mín skilaboð allavega. Ég er svolítið, sko, kem aftur inn á útivistina, sko, út að hreyfa sig. Ég held að það sé bara svo mikið stóð sem að þá eru bara allir léttar í lund og það kemur svo miklu meiri skilningur og bara svona betra andrúmsloft, þú veist, það hefur bara jákvæð, þá er maður svona jákvæðum spíral, sko. Þannig ég held að ég hef eitthvað staðsett með þar í haustnum og já, ef það væri ein skilaboð, ég held að myndi bara leysa svo ótrúlega mikið í samfélaginu að fólk væri bara, já, færi út og hreyði sig. Já, ég held að það sé þetta, sko, bara öll bara allar íþróttur eða hreyfing. Ég held að þetta væri, sko, myndi, eins og þú segir, myndi bæta gífurlega, bara eins og geðheilbrigði fólks. Meina, við búum við myrkur meir og minna svo veturnar, nánast allan sólarhringinn. Bara eins og hefur ekki geðhjálpi verið að svolítið ít undir einmitt hreyfingu. Jú, algjörlega, G-vitamin og... Já, ég er að segja það, sko. Svo ég held að þetta myndi bæta gífurlega, sko,
líf margra að hreyfa sig Klálega, og ég held að sé sko eins og við sáum kannski fyrstu sko þegar COVID var í fyrstu bylgjunni og allt eins og allar út að labba sko Já. og hlaupa og svona, ég held að það verði einhver aukning í því sko Já, og algjörlega. sko ég er sammálað einhver því að sko ef ég myndi ranka eitthvað eitt sem væri mikilvægast fyrir mína bara andlegu heilsu, þá held ég að væri hreyfing sko, Já, akkurat. bara fá hreyfingu sko. En það er bara, það tengir, þú veist, okkar náttúrulega eðli. Já. Bara við komum úr náttúru. Við þurfum súrefni. Ég hef alveg fundið hvernig það er að vera súrefnislaus. Það er ekki gaman. Heilu steikist bara. Það er ekki gaman að það fagna ég. Og við þurfum súrefni, við þurfum, þú veist, hreint og gott vatn, við þurfum sólarljós og þú veist, þó svo að það sé lítið á veturnar, en fyrir mig að komast í gennum veturnar er bara, ef ég kemst út í vindin og að hreyfa mig út í súrefninu, þá, þú veist, það heldur mér algjörlega að fljóti í gegnum veturinn. Það er bara eitthvað sem ég þarf rosalega að halda og já, það tiplar í þessa stóðir sem að við þurfum. Líka svo margt í boði í dag. Þú veist, hreyfing er ekki lengur leiðileg. Það er málið. Þú getur farið þú veist, náttúruhlaup eða fjallgöngur eða þú veist, þetta er ekki bara ræktin sem að margir hverjir nenna ekki og svo að ég held að þessi fjölbreytni sé líka að hjálpa til, klárlega. Algjörlega og kannski miða eins og kemur á punkturinn sem ekki komin á, miða nú látt til að byrja með sko. Já, akkurat. Byrja nú bara sko, já, hafa auðmygtin í að byrja nú látt sko, held ég, þú veist. Algjörlega. Þá byggist það upp og... Akkurat, þetta er bara spurningum að opna hurðina, klæða sig og fara út. Já. Þá er maður búin að taka fyrsta skrefið. Restin er bara einföld. Það er oftast erfiðasta skrifið. Það er bara erfiðast. Já, bara byrja og bara, þú veist, það er bara... Leiðum maður komið með eitthvað þvílík markmið og press á sjálfa sig, þá hindrar maður að fara út. Já. Kannski kemur aðeins inn á, þú veist, það sem að breytir rosalega minni fjallamennsku. Var bara, eftir bókina og ég fór í eitthvað sjálfrýningu og ég hætti að setja press á toppana. Já. Ég sagði bara, toppurinn skiptir ekki máli, ég fer á staði þess átt og svo snýði bara við ef ég fór miklu meira út, ég toppaði miklu fleiri fjöll og ég tók miklu skynsamari ákvarðanir. Það var svo oft sem að ég var eitthvað, ok, það er ský á topp núna, ég ætla ekki að fara á stað. Samt getur maður labbað eða gengið og upplifa magnað umhverfi í kannski, halvan dag eða heilan dag. Það þarf ekkit alltaf toppinn, maður þarf ekki alltaf það er ekki aðalatrið. Nei. Þannig að eftir að ég setti það á lægri stall, ok, ég ætla að fara í þessa átt, það er gott að hafa stefnuna til þess að meða út, plön út frá. Og eftir ég fór að gera það gjör breytti og líka bara hvernig mér leið, ég var alltaf átt að erfitt með að snúa við, sko. Kannski þagnaði smá stund. En núna þá er maður bara, finnir sér næsta hól og bara sáttu með það, tekur einhverja myndir og spjallar eða nestið og nýtur og svo bara niður aftur og bara geggjaði dagur. Já, þetta er hrikalega góð punktur það, sko. Bara tengsli við, sko, að það sem maður stefnir á, hvort sem toppur eða eitthvað annað, oft þá verður það einhvers konar dómar á lífið þitt og þá einhvern veginn ferð þú sér ómikla press og kröfur á sjálfa þig. Akkurat. Og þá kannski, er vegferðin ekki eins skemmtileg og þú farin að, skamma þig fyrir að þú ekki gera meira eða skamma þig fyrir að þú ekki gera lítið eða whatever, sko. Þannig að með því átt að segja á að, já, kannski að skiptir ekki öllu máli. Nei, toppurinn skilur og eins og bara getur ýmislegt gerst til lífinu og getur ýmislegt gerst á hún og ferði upp á toppinn og smá auðmýkt í að jú, ég er að stefna ángað en eða sem bónus. Já. Það er, og það bara nýtum aður vegferðanar mun betur og þeirra verkefni. Það er bara svo ótrúlega margt sem hægt er að njóta, maður þarf ekki að gera allt á handahlaupum. Algjörlega. Heyrði, erum við ekki bara í toppmálum? Það held ég. Ég búin að fara vel yfir þetta. Nei ekki, ég held það. Ég bara takk innilega fyrir að gefa ykkur tíma að koma og spjalla meðan bara yndislegt að spjalla við ykkur og bara hrósa ykkur fyrir ykkar afrek og gera þetta með umhyggju og bara ánæði með ykkur. Siggi, ég held að ef eitthvað einkennir í söguna þín eður þá hlýtur að vera þrautseigja og þróska og þrautseigja og líka á þeir heimir að þurfa að sjá þróska í mér að nenna að vera með þessu þraut sig að þurfa að sjálfur einbeitar á fjallinu ég veit ekki hvort það er erfiðar að vera með Sigga eða að klífa Everest en ég hef þetta bara þökkum kærlega fyrir að
og fengið okkur þáttinn Já, kæra þakki fyrir það. Spenntur Virkilega fyrir gaman að koma og hitta þig. Ekki, gangu vel. Takk fyrir það. Takk hérlega.